Halló, þetta er hann Ingvar. Ég ætla í þessu fyrstu vídeói að skoða einn stöðu sem ég fekk í eigin skák nú frá árinu 2006 á móti Íslanding. Við skulum verja nafnið hans, en hann er rauðhærður og var í rímaskóla. Þrengir þetta aðeins. En mér fannst margt svona thematískt í þessari skák og við byrjum í þessari stöðu, svartur leik, og fáum strax upp þema sem allir er að þekkja. Og þau skulle aðeins spá í hver er besti leikurinn fyrir svartan. Bara íta pásu á vídeónu og spá hans í. Þið er búin að spá hans í og það er allir að vita að besti blokkarinn á frípeð er alltaf riddari. Þess vegna leik ég riddari 7-4. Völvera E4 sé ágætur leikur líka, en þetta er svona mest thematíski leikurinn. Hvítur B3 og nú er riddari D6. Og riddarinn er alltaf góður blokkari. Það þarf stoppa peðið. Og við erum alltaf að tala um stakkpeð, sko. Ef hvítur verður með peð á C-línu, þá getur alltaf líka C4 setta peðið. Þannig að, ok, ef ég var að reyna að blokka það, þá myndi ég leika B6. Frá D6 þá ræðir hann við þessu mörgu riddum. Við ráðum með E4, C4, B5, F5, B7. Þetta gefur okkur svo marga möguleika. Þetta gefur okkur möguleika að valda B7 peðið, þetta gefur okkur möguleika B4, þetta er C4 í einhverjum stöðum. Stiður við, ég get ekki F5, kannski þetta er E4 í einhverjum stöðum. Og það sem er mikilvægast er náttúrulega að blokka peðið. Sjáum hvernig heldur þetta áfram. Hvítur leikur riddari D2 sem er fínn leikur. Hann er vantarlega að leika riddari E4, riddari C4 til að skipta upp þessu riddari sem stendur frábærlega. Ég leik drottning B6. En nú held ég að hafa jafnvel leikið af sig. Best væri að hann skipta upp riddari að leika bara riddari E4. En í staðinn að drapa hann á B6. Það er rétt að ég fá tvípeð. En það er erfitt að ráðast á þau eftir að leik B5 og þá 2 menn til að ráðast á þetta peð út af því að riddarinn stendur svo vel og valda peði. Ég fá opna á A-línu, þannig að nú þarf hann eða tempó í að ég valdi þetta peð. Leika A3 eða hrókuræðin, það leikur sjálfsög A3 eða hrókuræðin er bara hrókurinn stendur illa og hefur enga framtíð á A-inum. En það gefur tíma og hann leik líka A3 og riddarinn minn er frábær, þannig ég vil halda honum. Hvað vil hvítur gera næst og hvað ætla ég þá að gera núna? Hvítur vil að sjálfsögðu skipta upp á riddarinn á D6 og leika riddari E4, þess vegna leik ég F5. Stoppa hann í leika riddari E4. Svartar er mjög betra hér. Við sjáum að þessi biskup hann á eiginlega framtíð. Eina sem hann gerir er að valda þetta peð er fyrir honum. Hann er svo erfitt með að setja á eitthvað. Meðan minn biskup leiðileik E4 eitthvað slíkt, þá setja ég B2, A3 verður veikt. Þessi peð þau bara valda góða riddi og allt er góð með þau. Flottu virðist verður veikt. Það er bara svo erfitt að ráðast á það, en hann ákvað samt, ok, ég ætla að ráðast á þessu tvípeði, hann leikur hrókur A3. Alla með hrókina B3. Ég tek opna línuna. Man ekki okkur ég fór ekki með hinn hrókin, en hann getur verið virkur á línu, hann getur fór að A5 setta peði. Það kemur eftir að B-peðir hefur sig, þú veist, leið að leika E4 á B2-ni, þá er ekki hægt að leika B3 og B4, þá eru A3-ni í einhverjum stöðum. Hrókur B3, setur að peði, B5. Hann setur aftur að það, en ég er mjög einfalda leik. Ég leik bara hrókur C5, valda peði og seta peði á D5. Ok.
Nú er alveg ljóst að svartur hefur algjörlega fullt kontról á stöðunni. Riddari stendur áfram mjög vel, valdar það sem valda þarf. Ég er búinn að taka yfir síljunna. Ég er bara að fara að undirbúa að dobla síljunni og taka yfir fyrsta riddarið. Hérna er kannski framhaldinu tefli hvítur ekki mjög vel, en staðan er samt mjög erfið. Hann leikur riddari F3. Og það er áfram svolítið þema að bara komið veg fyrir það sem aðstakar að gera sama og áðan þegar hann vildi leika riddari E4 og skipta upp riddurunum. Mér finnst algjör óþarf að hleypa honum inn á G5 og E6. Þannig að næsti leikur eftir augljósur leik bara H6. Ég þarf engar ágjör að hafa riddari H4 og kemur bara kóngurinn F7 og valda G6. Riddari E segi ég. Nú held ég bara áfram, tekum við síljuna. Riddari G2, ég átti mig ekki alveg á hvert hann var að fara hana. Hróku C1 og riddari E3. Hérna kemur annað skemmtilegt tema. Hver er besti leikur svarts og af hverju? Spáðu aðeins í því. Þú er búinn að pása að spá í því. Ég leik F4. Af hverju? Jú, hann verður að drepa á C1 af því að setja riddarinn færi sig og hrókur nonni, þannig að hann drepa á C1. Og nú sjáum við riddarinn á enga góða reyti. Þetta er allt valdað, þetta er fyrir, þetta er valdað. Ef það verður hér, þá leik ég H5 og riddarann. Þannig að hann á bara G2. Hann drap. Ég sem er líklega verra. Það nú opnar líka fyrir biskupum, hér þetta verður einfalt. Riddari G2. Og þessi riddari stendur ömurlega hérna, hann á enga reyti. Þannig að næsta leikur svart er mjög augljós. Það leik ég G5. Engi riddir, hrókurinn valdar, peðin valda. Og það er almennt hann bara í skák, riddari sem stendur hér á þessu svona, já, sem við kallum á einsku fianchetto-reitum. Þegar það er hvítur leikur G3, biskup G2, það kallast það fianchetto-biskupin, þetta biskupin á G7 er fianchetto-biskup. Riddari sem standa á þessu reitum standa yfirleitt illa. Það er þjóðumpunktur regla sem eru fáar undantekningar á. H4, ég hef bara til að gera eitthvað, en hann er algjörlega bundið niður og þetta er algjörlega kólunni á svarta. Við skulum fara aðeins rætt við lokina því að þau voru nokkuð þematísk líka. Nú hótti ég bara riddari D2 innan mann, þannig að hann bara gaf manninn svona. Hérna misti ég reyndar F3 sem að klára þetta alveg á staðnum. Ég drapa B2. Og hann leikur A4. Ég er einfalda mann yfir og ég er að fara að vinna þessi pen okkur auðvitað. Og hérna er ég bara leiðinn að labba inn á C5 og hann leik hérna B6. En við sjáum hvað svörtumenni vinna vel saman. Og þetta er eiginlega svona svipuð saman og þegar maður reyna að máta með biskup og riddara. Sem hefur myndi gerist í þessari skák. Sem biskupin hann kontrólar þessa reyti. Og riddara svörtu reit með biskup og svörtu reit. Þeir vinna svo vel saman. Þegar nú kontrólar riddara þessa reyti. Þannig að við sjáum það að ef við labba með kongi bara C5 eitthvað slíkt. Setja á D5 peði og B5 peði. Og sjáum hvað svartur á lengi á leiðinni. Ef fyrir ekki hvíti kongurinn er lengi á leiðinni bara til að komast á E6 til að setja biskupinu og valda peði. Þú veist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 leikir. Þetta eru 2 riddarar á milli. Þetta er bara því að þessi menn vinna svo vel saman. Þessan leik hann B6 og hérna vann ég bara peði. Hann leik F3 og hann streip í F2 og svo B6. Ég drapa B6, hann drapa F4, biskupinu tilbaka. Og ennþá eru þeir að vinna vel saman, biskupinu með þetta. Það kongur kennst ekki neitt að, þannig að B-peði mitt flýgur bara upp. Og ennþá eru þessi riddar að blokka þetta peð. Og þetta er þematísku riddar í blokkeringu, alla skákina. Kongur E7 bara til að stoppa F6 og fyrir bara áfram með peðið, ekkert mál, B5. Og hérna
Já, er hans eina vona, ég kunni ekki að máta með biskup og riddara. Þannig að, ég meina peðið bara fyrir upp, kongur kennst ekki það, þannig að þetta er náttúrulega rétt ákvörðun. Praktist ákvörðun að vona að ég kunni ekki að máta með biskup og riddara. Og það er allir að kunna. Og hérna fór ég bara í að vinna peðin, það er ekkert mál. Nú valda ég F6, biskup og riddaran. Það skrifa bara ná í peðið. Og ég á máta með biskup og riddara. Ef að kallarnir byrjuð allt, fyrsta skrefið, henda köllunum í miðina. Hérna eru miðinni, þannig þetta er ekkert mál. Hvítur fór út í hvíta hornið. Ég veit að getur maður bara mátað í svörtu hornið með svarta biskup. En hérna byrjar sem sagt þegar við þurfum að reka kónginn úr þessu horni í þetta horn. Og við gerum það eiginlega reit eftir reit. Byrjum að riddara síðustu skák. Það verður að fara á B8. Þannig að við byrjum að kontróla þennan reit. Og næst verður að kontróla reitin sem kóngurinn á. Og þetta er saman við talaðum á hann. Svartaldur biskup. Þegar við máta þá vinnur hvíti riddara svo vel með honum þegar hann á svarta reit. Af því hann kontrólerar ræður við hvíti riddaranum. Ok, ég leik biðleik til að taka yfir B8 reitin. Tók A8 á hann, nú tek ég B8. Og hann byrjar að labba og þá byrjar svona eina trikki sem við þurfum að kunna og það er hinn svokallaða Tvöfaldorf manúvering. Þessi leið sem riddara fer. Úps. Það er svolítið eins og Tvöfaldorf. Reynda þegar við horfum á þetta hvolfið þá er þetta McDonald's merkið eða ekki. Ekki það ég fóð með McDonald's, ég kannast við þetta. Anstækjum minn í þessari skák finnst þetta mjög gott að þessi McDonald's er að fælla út um það. En ef við horfum þetta í hináttina þá er þetta Tvöfaldorf. Næst erum við að horfa skákina frá svörtum þá er þetta M. En nú kallum við Tvöfaldorf á fyrir. Já, ég leik biskup A7, kongur D8 og ég byrja bara á Tvöfaldorfinu og hann fór á C8. Og frá því þá er þetta ennþá mjög þémt, en eina sem þarf að vita er að ef hann byrjar að hlaupa í hináttina sem hann lítur út fyrir að sleppa, komum við hér. Ef hann fer tilbaka, þá komum við hérna í hittaðabrið. Eina sem við þurfum að vita er að hann fer í þess átt. Það er eins og sé að sleppa, þá kemur riddarinn. Riddarinn með þetta, kóngurinn er að sleppa, kemur biskupinn. Finna svo er saman. Kóngur þarf að hörfa. Biskupinn. Biskupinn með þetta. Við erum komin með kónginn í box, hann þarf að hörfa. Og... Úps, það var hér svakar. Og hann kemst ekkert út og komum aftur í aðbrið sem að koma í skákinni. Það eru einhver spurningar, þá bara skilja þetta komment. Hann fór á C8. Muni, ég ætla að fara aðeins tilbaka. Muni, við byrjum á þetta síðustu skák til að taka A8 reitin. Svo leikum við biðleik, tókum B8 reitin. Næst tekum við C8 reitin. Og það gerur svona riddari E7, skák, kongur D6. Og nú erum við búin að reka smátt og smátt og taka þessa reiti. Kongur E8, kongur E6. Þegar hann fer tilbaka, þá gefum bara biskupsskák og tökum D8 reitin. Þannig að hann fór reyndar F8 hér. Ég fór hér. Stokkarinn fór á G7. Hann fer tilbaka og tökum þennan reit. Kongur F8, klára Tvöfaldorfið. Svo tekur ég bílar á akkur og það. Og það er því, hann ertu, Tvöfaldorf. Þannig ég fer bara í það að klára það hérna riddari F5. Kongur F6. Riddari G7. Við nýbúin að ná D8 og hann náðum við E8. Biskupinn með að segja ennþá á D8. Reit fyrir reit og nú er hann komin út í hornið. Og nú er þetta ekkert mál. Hérna. Þetta er næsta leik á gást.
hvítur upp í lík riddari E8, reyndar riddari F5, notar einleik fyrr. Já þó, riddari E8, þá fyrir bara hér, búm, búm, skákum á. Riddari F5, hérna, tilbaka, skák, koma át. Jú, þetta einleik fyrr. En allavega, mér fannst svona skemmtileg þemmu í þessu skák. Þessi riddarablokkering D6 sem svona hélst út skákina. Þetta eitthvað þema sem allir að þekkja. Og svo sáum við þessi slæmi riddari sem hann endi með. Það var þetta komið lélega stöðu þá, en sjáum við hérna. Þessi fianchetto riddari. Svo sáum við svolítið svona samvinnu biskupsins og riddaran í að blokka kónginn bæði hér og svo setti ég bara hér, já. Og svo sáum við þessa samvinnu svona endurtekna í mátinu. En ok, vonandi hafði ykkur gaman að þessu. Einhverjar spurningar, setja bara í komment. Bye bye.